Góðan daginn, gott fólk. Verið velkomin á þennan hádegisfund. Fyrir ykkur sem að þekki mig ekki, þá heit ég Aðalbjörg Sigmarsdóttir og héraðsskjalavörður við Héraðsskjalasafnið á Akureyri, búin að vera það nokkuð lengi, eða eins lengi og elstu menn muna kannski. Í ár 100 ára kosningaafmæli kvenna og af því tilefni eru margir viðburðir land allt og einn af þessum viðburðum sá að það tóku sig saman skjalasöfn á landinu, þjóðskjalasöfn, handritadeild Landsbókasafns, Kvennasögusafnið, Borgarskjalasöfn og hin héraðsskjalasöfn á landinu tóku sig saman það að reyna að kalla inn á söfnin skjöl kvenna. Þetta átak hófst 19. mars og stendur áfram út árið. Og með þessu átaki þá vilja söfnin stuðla jöfnu kynjahlutfalli í heimildunum sögu landsins og þjóðarinnar og sögu einstaklingana sem landi byggja. Staðreyndin hins vegar svo að skjöl kvenna hafa miklu síður skilað sér inn á skjalasöfn heldur en skjöl karla. Það náttúrulega nauðsynlegt að koma jafnvægi þarna á, alveg á sama hátt og nauðsynlegt í hinu daglega lífi að koma á að jafna hlut kynjana. Ef skjöl kvenna vantar inn í söfnin, þá vantar þau líka í heildarmynd sögunar. Síðari kynslóðir geta jafnvel dregið þá ályktun að konur hafi bara ekkert verið að skrifa eða ekki kunnað að skrifa jafnvel. Og í tilefni af þessu átaki þá efnum við til þessa hádegisfundar hér í dag og til þess að fræða okkur þá komin svo kona sem að kannski mest veit þessi mál á landinu, það Svanhildur Bogadóttir borgarskjalavörður í Reykjavík. Við skjalaverðir Lára Ágústa og ég höfum verið að tína saman nokkur skjöl kvenna og sett hér í sýningarkassa sem þið getur skoðað hér á bakvið mig á eftir og þar erum við að draga fram sýnishorn af því hvað safnið varðveitir af skjölum kvenna. Þessi sýning fellur bara mjög vel að sýningu sem Amtsbókasafnið með hér í anddyrinu þar sem að verið að sýna blöð og tímarit kvenna. Þetta semst ekki sama sýningin heldur svona að þær spila ágætlega saman. En fyrst ætla ég að bjóða Láru Ágústu Ólafsdóttur orðið og hún mun segja okkur í stuttu máli frá Héraðsskjalasafninu á Akureyri og skjölum kvenna sem þar eru geymd. Gjörðu svo vel, Lára. Og ég ætla að taka fram að með spurningar, við erum að hafa spurningatíma bara í lok beggja fyrirlestrana. Takk. Já. Ok. Héraðsskjalasöfn starfa eftir lögum sem tóku gildi í maí síðastliðnum. Lögin gilda bæði fyrir þjóðskjalasafn og héraðsskjalasöfn. Reglugerð héraðsskjalasöfn væntanleg, en auk þess hefur hvert og eitt safn sérstakar samþykktir fyrir sig sem þjóðskjalavörður staðfesti síðan. Héraðsskjalasöfn eru sjálfstæðar stofnanir en rekstur þeirra á hendi sveitarfélaganna. Þjóðskjalasafn gefur síðan út starfsleyfi og hefur faglegt eftirlit með þeim. Héraðsskjalasöfnin hafa stjórnvaldshlutverk og hafa eftirlit með skjalavörslu sveitarfélaga ásamt því að taka við, innheimta og varðveita skjöl sveitarfélagana á öruggan hátt. En það ekki nóg að taka á móti. Það verður að skrá og gera það aðgengilegt fyrir gesti, miðla á allan mögulegan máta, svara fyrirspurnum og aðstoða notendur eins og kostur er. Héraðsskjalasafnið á Akureyri hefur starfað síðan árið 1968. Safnið rekið af Akureyrarbæ og sveitarfélögum við Eyjafjörð, að undanskildum Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð. Afhendingarskyld til Héraðsskjalasafnsins eru allar stofnanir
skrifstofur, nefndir og fyrirtæki á vegum sveitarfélagana sem að safninu standa. Þetta þýðir, svo dæmi séu tekin, að hingað koma fjallskilareglugerð Grýtubakkarhrepps, einkunnir nemenda í Þelamerkurskóla, gögn varðandi kaldavatnið á Svalbarðseyri og tölvupóstur skólastjórans Krumakots. En ef við víkjum aftur að lögunum og öðrum verkefnum opinberra skjalasafna, þá segir í 13. grein laganna að opinber skjalasöfn skuli leitast við að afla annarra heimilda en frá afhendingarskyldum aðilum til þess að tryggja sem best að heimildir þjóðarsöguna varðveitist. Einkaskjöl nauðsynleg viðbót. Það nauðsynlegt að varðveita skjöl frá alls konar fólki, félögum og fyrirtækjum, að það varðveitist eitthvað annað og meira en opinber skjöl og að þau skjöl séu þversnið samfélagsins. Að það verði eftir gögn sem sanni og sýnir samfélag sem var að til séu skjöl frá konum og körlum, stelpum og strákum, fólki til sjávar og sveita, brottborgurum sem ruslar að líf. Skjöl þurfi ekki að vera orðin gömul til þess að ástæða sér til þess að halda þeim til haga. Þau þurfi ekki að vera skrautrituð eða með einhverjum stimplum. Það sem verður til í dag og eftir að vera gamalt, það skiptir mestu að varðveita sögu okkar allra. Ef fólk kýs að afhenda skjöl á skjalasafn en finnst óþægilegt að gögnin séu skoðuð strax, þá hægt að setja aðgangs- og notkunartakmarkanir. En þessi mynd á að sýna ykkur hvað skjöl geta verið sem margs konar. En hvað hér af einkaskjölum kvenna? Og í meginatriðum þá má skipta því í 4 flokka eftir viðfangsefnum og hvernig þau hafa komið hingað. Það í fyrsta lagi skjöl frá verkakvennafélögum. Hér að ræða gögn frá félögum sem stofnuðu eða sameinuðust einingu iðju. Dæmi það eru skjöl verkakvennafélagsins einingar á Akureyri, verkakvennafélagsins Brynju á Siglufirði og verkakvennafélagsins Sigurvon á Ólafsfirði. Í öðru lagi það skjöl frá kvennaframboðinu á Akureyri 1982 og kvennalistanum á Akureyri og kvennalistanum á Norðurlandi eystra. Þessi skjöl hafa komið hingað frá meðlimum þessara hópa í sumum tilvikum þeirra sem voru mest áberandi eða helstu talskonur. Í þriðja lagi það skjöl frá kvenfélögum. Það félaga sem hafa starfað með formlegra hætti, hafa lög og halda fundagerðir og gera ársskýrslur. Hér annars vegar að tala félög sem eiga sitt upphaf í kringum aldamóti 1900 og hétu til dæmis góðgerðarfélögin Freyja eða bara kvenfélagið Framtíðin. Svo eru önnur félög kvenna sem starfa oft á svipuðum forsendum en eiga erlendir fyrirmyndir svo sem Sýnavík, Innarvíl og Sontaklúbbur Akureyrar. Lauslega talið þá hér gögn 32 félaga sem flokkuð verða sem félög kvenna. Í 4. og síðasta flokknum það skjöl einstakra kvenna. Hér á safninu nokkuð af þeim en það þarf að hafa svolítið fyrir að finna þau. Það ekki hægt að kalla þau fram með einni skipun. Mikið af þessum skjölum stök, svona hér og þar og með skjölum sem frá öðrum. Hér fá skjöl sem merkt konum einum og sér en slatti merkt hjónum og fjölskyldum. Til útskýringar má taka safn Steindórs Steindórssonar frá Hlöðum. Það líklega stærsta einkaskjalasafnið sem við varðveitum og að stærstum hluta það efni frá honum. En það líka efni frá konu hans og móður. Við erum með sárafáa dagbækur frá konum, flestar dagbækur, þær helstar dagbækur Ingu Sólnes sem taka til árana 1964 til 2003 en síðan dagbókarbrot sem flestar ferðaminningar. Síðan má nefna ljóð, smásögur, frásagnir og leikrit, til dæmis eftir Kristínu Sigfúsdóttur, Jórunni Ólafsdóttur og Aðalbjörgu Jónsdóttur. Náms- og matreiðslubækur hér og eiga flestar uppruna sinn í húsmæðraskólum sem og minningabækurnar. Af öðrum skjölum frá konum má nefna heiðursskjöl, til dæmis fálkaorðugsskjal, Söfu Jónsdóttur leikkonu, nokkur prófskírteini, fæðingarvottorð og vottorð bólusetningar. Einnig við með burðug dæmi hirðisömu og söfnin kvenna, það söfn sýningarprógramma og jóla- og tækifæriskorta. Síðan má nefna ljósmyndir af konum eða úr þeirra fórum. Ættfræði ekki bara karlamál, konur stunda hana líka, söngtesta og annað úr kórastarfi, útsaumsmunstur og fleira. Þrátt fyrir þessar upptalningur þá má skamlaust halda því fram að hér á safninu mun meira efni frá körlum en konum
En nú lag að bæta úr því, ekki bara í dag, heldur í framtíðinni líka. Ok, takk fyrir. Já, aðeins og eftir. Já, Aðalbjörg, hún minn yfirmaður og hún sagði að ég skyldi bjóða Svanhildi Bogadóttur, borgarskjalavörð, velkomna í pontu. Ágætu gestir, það mér ánægja að hafa tækifæri til þess að taka þátt í þessum fræðslufundi Héraðsskjalasafnsins á Akureyri sem haldinn í tilefni af þjóðarátækjum varðveislu á skjölum kvenna. Ég ætla að byrja erindið mitt með því að lesa stutt bréf sem var skrifað á ungri stúlku árið 1891. Arnarbæli, 19. nóvember 91. Elskulega systir, nú sest ég niður að skrifa því nokkrar línur til þess að hvíla mig frá spunaþráðunum, því nú ég fann að spinna þráðin í brekalín og meiri sér rétt búin. Nú Halldóra búin að fara upp á Gerðakoti. Hún var í burtu 3 nætur. Hún kom nærri því á alla bæina í Hjallakverinu og eina nóttina var hún á Læk og kom að Króki og Erlendur bauð henni vera nótt, upprópunarmerki. Nú farið að stökkva með mig á morgnana í hverju veðri sem Það eru aumu leiðindin. Þær fara með mig eftir aldri. Við förum ýmist upp á Sandá eða upp á Pumpuskarði og vestur á Skurði. Mér líka vest við litlu Gunnu, en best við Nínu af því ég get alveg ráðið við hana. Einn morguninn kom Sigga í Auðsholti hingað til þess að bjóða okkur öllum, pappa, mömmu og okkur. En pabbi gat ekki farið því hann þurfti að húsvitja, en við fórum klukkan 5. Þá komu þær allar puntar á móti okkur. Við fengum fyrst súkkulaði og kaffi, pönnukökur, jólaköku, kleinur og tvíbökur. Svo fengum við sætsúpu og steik, uppstúfaðar kartöflur, vínsósu og púrtvín og svo aftur kaffi áður en við fórum. Við dönsuðum dálítið og Gunnar spilaði harmonikku og svo spilum við rautt nef. Nú búið að mála stofuna þar og kamensið og eikarmálakommóðuna og setja skrár í þær. Nú Viddi kominn í nautafjósið og hann alltaf að syngja í því. Hann búinn að læra brúarlagið og svo alltaf að syngja það og Gilli líka, allt falskt. Nú ég farin að fara út í fjós á hverju kvöldi til að fá mér nýmjólk því það hvað vera hollar að drekka mjólkina á hann kemur út undir bert loft. Nú hætti þessu bulli, ég bið heilsinni Rúnu og sérðana, þín elskandi systir Ása. Þetta bréf stutt og það leynist innan skjöl eiginmanns viðtakanda. En það segir svo margt sem samtímaheimild, þannig 1891, veikindi, þjóðhætti, mataræði, hvernig fólk gerir sér glaðan dag og fleira. Hér á eftir ætla ég að fjalla skjöl kvenna almennt og mikilvægi þess að þau séu varðveitt. Ég mun ræða þá staðreynd hversu fáar konur afhenda skjalasöfnum skjöl sín til varðveislu og velta fyrir mér mögulegum ástæðum þess. Þegar ég var í sagnfræðinámi við Háskóla Íslands fyrir 30 árum var kvennasaga og saga alþýðunnar, public history, að komast í tísku. En þegar ég var í menntaskóla var ekkert minnst á í kennslustundum að konur ættu sér sögu eða fortíð hér á landi. Í sagnfræðinni í háskólanum á þessum tíma var mikið rætt vandamálin við öflun heimilda líf kvenna. Það var talað að opinber skjöl frá fyrri öldum væri snauð af upplýsingum líf venjulegra kvenna og að konur hefði ekki skilið eftir sig mikið af heimildum, sérstaklega vegna minni menntunar og færri tækifæra til að sitja við skriftir. Skjölin sem kallanir skildu eftir sig segðu lítið störf kvenna og daglegt líf, langanir og skoðanir kvenna. Á þessum árum var oft talað konur sem hinn gleymda hluta þjóðarinnar, sem ekkert væri minnst á í sögubókum kallana. En þetta var fyrir 30 árum síðan, eins og ég sagði. Eitthvað 15 árum síðar, þá var ég fann að starfa við Borgarskjalasafn og var að vinna í jafnréttisáætlun sem kallast mannréttindastefna í dag. Og þá datt mér í huga að kanna hlutfall skjalasafna kvenna varðveittra hjá okkur. Og mér brá í brún. Ég hélt þetta væri nokkuð jafnt. Konur komu oft með skjalasöfn til varðveislu. Og
og sem sagt, og það kom í ljós að við vorum bara með fásöfn kvenna, að þær höfðu mikið verið að koma með skjölasöfn eiginmanna og látinna feðra til varðveislu, og þrátt fyrir það vorum við stundum með skjöl kvennana, en þau voru ekki sjáanleg nema að skoða skjalaskrárnar eða söfnin sjálf. Ég setti þá í áætlun safnsins í fyrsta sinn að við myndum reyna að fá fleiri skjalasöfn kvenna til varðveislu, auk þess að fjölga heimsóknum kvenna á safnið, en þær voru á þeim tíma 15% gesta. Hlutfall skjala kvenna hjá okkur var 10% á þessum tíma, en karla 90%. Í framhaldi af þessu hafði ég samband við nokkur önnur héraðsskjalasöfn til að kanna hvort ástandi væri svipað. Svo reyndist vera. Söfnin höfðu það sameiginlegt að þau varðveittu fá skjalasöfn kvenna, og hjá þeim sem höfðu tölfræði þetta voru skjöl kvenna oftast 5–10%. Til skýringar þá nefndu sumir héraðsskjala við mig hvort að Kvennasögusafn Íslands var ekki rétti staðurinn til þess að varðveita skjöl kvenna, og þar hlytu skjölin nú að hafa lent. Á þeim tíma voru sára frá skjalasöfn einstaklinga á Kvennasögusafninu, en hins vegar fjölmörg skjalasöfn félaga og samtaka kvenna, og þarna voru 10% skjöl kvenna á handritadeild og þjóðskjalasafni. Þannig að það var eiginlega alls staðar jafn slæmt ástandið. Og þess má geta þannig að til dæmis í bók Þjóðskjalasafns einkaskjöl, að þar eru í nafnaskrá 365 nöfn safna einstaklinga, og af þeim eru 34 frá konum og 331 frá körlum, en skjöl kvenna eru innan við 10%. Og mér skilst að þetta sé svipað í dag, ívið betra. Og undanfarin ár í kjölfar þessar könnunar, við gerðum jafnréttisáætlunar, þá höfum við á Borgarskjalasafni sérstaklega hvatt konur til þess að koma skjölum til okkar, og það starf hefur virkilega verið að bera árangur, því nú er 1/3 skjala frá konum. Skjalasafnið sem bera nafn kvennasafninu hefur sem sagt fjölgað ríflega 200% á 10–15 árum. Samt er niðurstaðan ekki ásættanleg, því ennþá, þrátt fyrir þetta, eru 67% skjalasafna á nöfnum karla. Þó geta heilu bréfasöfn kvenna leynst í skjölum sem bera skjalasöfn sem bera heiti karla. Og við skjalaverði þurfum að leita leiða til þess að draga fram skjöl kvenna í skráningunni, þannig að þau finnist og verði sýnilegri. Og handritdeildi Landsbókasafns Íslands varðveitir mörg skjalasöfn einstaklinga. Þegar maður skoðar skrár yfir hverjir hafa afhent skjölin, þá er það í mjög mörgum tilvikum konur eins og hjá okkur. En konunar eru sjaldnast að afhenda sín eigin skjöl eða formæðra sinna. Heldur eru þær að koma með skjöl eiginmanna, feðra eða afa. Og eins og ég sagði, þar er lauslega áætlað, samkvæmt upplýsingum frá þeim, að 12% skjalasafna séu kvenna. Og þar geta líka skjöl kvenna leynst undir nafn eiginmannsins, og það er núna verið að vinna að tilvísinna skrá, að hafa upp á skjölum kvenna inn í skjalasöfnum karlana. Á héraðsskjalasafninu á Akureyri er skjöl kvenna nú 19% og karla 81% samkvæmt nafnatalningu á vef. Á Kvennasögusafninu hefur skjölum einstaklinga nú fjölgað, og samkvæmt skrám á vef að þá varðveiti það nú skjalasöfn 36 kvenna og eins karls, þannig að þar eru hlutföllin önnur, en þetta er samt svo lítill fjöldi með miða við þau skjalasöfn karla sem eru á öðrum söfnum. Eins og þegar ég var í sagnfræðináminu á síðustu öld, þá skipta heimildir máli.
Ef við höfum ekki heimildir líf og störf kvenna, þá verða þær ekki sýnilegar í sagnfræðiritum eða í kennslubókum eða sýningum. Í rannsókn á hlutdeild kynjanna í námsefni í sögu á miðstigi grunnskóla sem Jafnréttisstofa gaf út í ágúst 2011 voru rýndar nokkrar nýlegar kennslubækur í sögu fyrir grunnskóla sem Námsgagnastofnun gaf út. Í ljós kom að þegar á heildina er litið birtust karlmannsnöfn nemendum í 88% tilvika í námsefni í sögu á miðstigi grunnskóla en kvenmannsnöfn kom fyrir í 12% tilvika. Konur voru ekki nefndar á nafn á yfir 78% af blaðsíðum þeirra bókar sem voru rýndar. Þannig að þetta er svipað hlutfall. Eins og það hefði heyrt af þessu þá er ekki mikið af skjölum kvenna að finna á opinberum skjalasöfnum. Það er auðvelt að skýra það að það sé ekki til jafn mikið af skjölum kvenna frá fyrri öldum því þær nutu ekki sömu menntunar og þær höfðu ekki sömu aðstöðu til að sinna skriftum. En það skýrir ekki út hversu lítið er til af skjölum kvenna frá 20. öld sem hafa varist á skjalasöfnum. Á 20. öld hafa næstum allar konur kunnað að lesa og skrifa. Það hljóta að hafa skilið eftir sig jafn mikið af einkaskjölusöfnum ef ekki meira en kallanir. Til dæmis sendibréf, kort, dagbækur, uppskriftabækur, ljósmyndir og jafnvel heimilisbókhald og eigin ljóð. Oft voru það konurnar sem héldu fjölskyldunum saman með bréfaskriftum þegar langt var á milli fjölskyldumeðlima. Þær skrifuðust sömuleiðis á við vinkonur sínar sem voru fjarri. Sérstaklega mikið var sjálfsögum bréfaskipti áður en símakerfi og samgöngur yrðu eins auðveldar og síðustu áratugina. Þegar maður skoðar skjalasöfn einstaklinga sem varðveittir á Borgarskjalasafni Reykjavíkur er sláandi hversu ólík skjöl karla og kvenna eru. Og það gerir það aftur mikilvægara að skjöl kvenna og þar með saga kvenna tapist ekki. Stundum er eins og kallar og konur sé að lýsa tveimur ólíkum heimum. Kallanir, þeir eru að skrifa veðrið, stjórnmálin, viðskipti, vinnuna og svo framvegis. Konurnar, þær eru frekar að skrifa börnin og fjölskyldunar, nágranna, heilsu, tilfinningar sínar, áhyggjur og svo framvegis. Stundum fylgja myndir bréfunum þá einkum að börnum eða fjölskyldum. Slík sendibréf eru frumheimildir líf kvennanna. Og sem dæmi fleiri heimildir þá get ég nefnt yndislega bók með heimilisbókhaldi frá byrjun 20. aldar. Konan, hún skrifaði vandlega niður laun eiginmannsins og þóknanir sem hann fékk fyrir ýmis viðvik og aðrar aukatekjur og síðan nákvæmlega hvað keypt af öllu á hverjum degi, til dæmis þetta mikið brauð, smjör, rjómi og svo framvegis. Lán til vina voru tilgreint, gjafir, hvaða gjafir voru keyptar handa hverjum, hvað eru kostuð og jafnvel gróði og tap í spilum. Ég er sammála þeim sem segja það að skjöl kvenna eru yfirleitt persónulegri og þau geta verið viðkvæmari. En á sama hátt eru skjöl þeirra nauðsynleg fyrir rannsóknir á lífi kvenna almennt. Það er ekki hægt að finna þessar upplýsingar í öðrum heimildum. Stendur ekkert öðrum sögubókum. En hvað hefur þá orðið skjöl kvenna? Því miður er líklegt að nokkuð mikið af þeim hafi tapast, sé einfaldlega búið að fleygja þeim. Það var til dæmis verið að afhenda skjöl Ingibjargar H. Bjarnason sem fyrst kvenna til að taka sæti á Alþingi Íslendinga á Kvennasögusafninu í mars. Og það var í raun og veru sorglegt að sjá hversu lítið það varðveist á skjölum hennar. Það er mikill missir að meira hafi ekki fundist á skjölum hennar og kannski það einhvers staðar. Skjöl einstaklinga geta leynst á ýmsum stöðum á heimilum, til dæmis í skápabotnum, í kommóðum, í gömlum ferðatöskum, á háaloftum, eða í kjöllurum eða einhvers staðar annars staðar. Það eru margir sem gerir sig ekki grein fyrir að skjöl venjulegra kvenna geta haft gildi fyrir skjalasöfnin eða fyrir sagnfræðinga.
Ég þess fullviss að almenningur veit almennt ekki að skjalasöfnin hafi áhuga á slíkum skjölum eða vilji taka við þeim. Hvað þá að fólk viti að það sé hægt að setja aðgangsskilyrði við afhendingu, til dæmis að enginn megi fara í skjölin í 10 ár eða 25 ár. Það sömuleiðis mín tilfinning að konur þær séu tortrygnari en kallar á að skjalasöfnin standi við loforð sín aðgangstakmarkanir og enginn fá að fara í þau. En svo líka misjafnt hvernig fólk lítur á skjöl. Sumir tala gamalt drasl sem þurfa að moka út, á meðan aðrir gera sér grein fyrir verðmæti þeirra. Ég hef rætt við nokkrar konur á ýmsum aldri mikilvægi þess að skjöl kvenna komi einnig inn á skjalasöfnin. Því miður þá virðast það sjaldnast líta á skjöl sín sem verðmæti. Konur segja gjarnan að skjöl þeirra eða maður þeirra séu einskis virði því að þær hafa aldrei gert neitt nema vinna, ala upp börn og hugsa fjölskylduna. Ég hef þá bent á þess að jafn mikilvægt að varðveita heimildir hvernig venjulegt fólk lifði eins og varðveita heimildir stjórnmálamanna eða frægafólksins. Skjalasöfnin hafa áhuga að fá til varðveislu skjöl fólks á öllum stéttum og frá hinum ýmsu tímum eins og Lára minntist á. Mér finnst leitt að segja það, en oft eru það konur sem eru að eyða sinni eigin sögu og forma þeirra sinna. Ég þekki mörg dæmi þess að eldri konur fari gegnum pappíra sína þegar árin færist yfir og því miður er oft lítið eftir þegar þær hafa farið í gegnum þá. Ég heyri minna að kallar sé að fleygja dagbókum sínum eða sendibréfum á efri árum. Eða skjölum látinna mæðra sinna eða eiginkvenna. Frágangur dánarbúa lendir oft á herðum kvenna. Það passað upp á gömlu húsgögnin, vasanir og postulínið fari í tryggar hendur ættingja eða til minjasafns. En skjölin verða oft afgangs, heyrist mér. Stundum þykir þó ættingi vænt að finna gömul bréf og kort og ganga vandlega frá þeim eins og dýrgripum sínum. Setja þau jafnvel í bankahólf. Allt og oft skjölunum hins vegar hrúgað í kassa eða plastpoka og flutt í geymslu þar sem sortering býður betri tíma, sem vill dragast. Og í einhverju hreingerningunni fer þetta með öðru sem verið að fleygja. Í sumum tilfellum lenda skjölin beint hjá Sorpu. Og ég ræddi einu sinni við yfirmann gámastöðvar hjá Sorpu og hann var að spyrja út í þetta og hann kannaðist alveg hvað ég var að tala um. Hann sagði að þetta mjög skrítið, stundum sagði bílar komu með kommóður og það væri farið með skúffunar á kommóðunum og sendibréfunum og ljósmyndunum öllu sturtað í pappírskáminn. Og þeir mega ekkert gera. Mjög sjaldan haft við sambandi skjalasöfn varðandi dánarbú og eða farið með skjölin til þeirra eins og þykir sjálfsagt með munina og minjasöfnin. Ég veit ekki hvort það að kenna viðhorfi til pappírs eða hvort að við á skjalasöfnunum gerum allt og lítið af því að kynna okkur og að við höfum áhuga á slíkum skjölum. Við þurfum líka að kynna betur hvað skjöl, til dæmis að við höfum áhuga á sendibréfum og dagbókum en ekki á tímaritum, endalausum prógramum frá leikhúsum og bæklingum, til dæmis frá Strætó og Tryggingastofnun. Í rannsókn minni á skjölum og borgarskjalasafni kemur í ljós, og þetta komur svolítið óvart, að oft svona persónulegustu og í raun mikilvægustu skjölum kvenna eins og bréfum og dagbókum skilað á karlmanni eða slæddust með tilvíðunum með skjölum hans og afhendingaraðili vissi jafnvel ekki að þetta væri í safninu. Svo virðist sem að karlmenn hafi ekki sömu tilfinningarlegu tengslin við skjölin og finnist efnið þeirra ekki jafn viðkvæmt að það sé verið að tala um fjölskyldumálefni eða veikindi eða eitthvað slíkt. En
En okkur finnst nú ekkert verra að karlmenn kunna að meta söguleg verðmætin í skjölum kvenna og komið þeim til okkar. Ég vil taka fram að það er ekkert að því að fólk geymi sjálft skjöl sín eða forfeðra sín og njóti þeirra og jafnvel ramminn gömul skjöl og hengi upp á vegg. Einungis þarf að gæta þess að þau séu geymd við þokkalega aðstæður til þess að tryggja varðveislu þeirra og að ljóst sé hver taki við þeim í næstu kynslóð. Þegar fjölmenna fjölskyldur að ræða þá finnst sumum gott að hafa skjölin á skjalasafni og þá geta þeir í fjölskyldunum sem hafa áhuga á skjölunum komið og skoðuð þau þar. Að lokum vil ég segja að allt of mikið af skjölum 20. aldar hafa farið forgörðum. Við þurfum skjöl einstaklinga sem á annarra lögaðila til þess að geta skrifa fjölbreytta sögu og hjálpa okkur að skilja áhrif hinna miklu þjóðfélagsbreytinga á 20. öldina á einstaklingin. Skjöl kvenna mega ekki glatast frekar en skjöl karla. Við þurfum öll að snúa þeirri þróun við og taka virkan þátt í því að heimildir kvenna varðveitist. Heiti erindisins míns hér var Brenni þennan snepill að lestri loknum. Þá var ég að vísa í að algengt var áður að þegar bréf kæmi að þá læsu allir heimilismenn bréfin þegar það barst. En stundum var inni í bréfum miði þar sem fjallað var efni sem mátti ekki fara fyrir allra augu og þá var stundum skrifað á miðan Brenni miðan að lestri loknum. Í dag höfum við enga snepla lengur að brenna frá okkur sjálfum. Í stað bréfa og dagbóka eru Facebook, Twitter og Instagram færslur daglegt líf okkar. Að minnstakosti þá mynd sem við viljum sýna út á við. Munu tölvupóstar eða stafrænir miðlar á ýmsu formi verða heimildir sem varðveitast í meira mæli en bréf formaður okkar. Við leiðum á líkum að því að einkatölvupóstar frá okkar frá síðustu 2-3 áratugum séu tapaðir eða við það að tapast og sömuleiðis bloggsíður sem hafa verið vistaðar erlendis nema fyrir þá sem hafa verið svo forsjálir að prenta út tölvupósta sína og blogg. Ég man bara eftir frá sjálfum mér að oft hafði sendboxið í tölvupósthólfunum að geyma tölvupósta í sendibréfaformi sem voru næstu dagbækur hvað við vorum að gera og hugsa. Þeir tóku við af sendibréfunum. En hvar eru þessi tölvupóstar núna? Ég býst við að fleiri en ég hafi glatað stórun hluta af einhver tölvupósti sínum eða skipt tölvur eða póstþjónustur. Hvar eru ljósmyndir okkar fyrir 10-15 árum síðan? Og hvernig erum við að varðveita þær fyrir framtíðina? Og svo náttúrulega þessi sígilda spurninga þegar það talaði svarið við þessu er að varðveita allt á skýi eða í Dropbox eða slíku. En hver veit aðgangsorðin okkar Dropboxum og geymslumiðlum á okkur gengnum? Svo upplýsingamagni í dag orðið svo mikið að við þurfum sjálf að velja hvað við viljum að varðveitist okkur og að tryggja varðveislu á því efni. Það er mikilvægt að við hugsum þær heimildir sem tilheyra líf okkar eða formaður okkar sem fjársjóð liðna tíma sem við viljum flest varðveita, annaðhvort hjá okkur sjálfum eða koma þeim í tryggilega geymslu á skjalasafni. Takk fyrir.